Mér brá mjög mikið. Já. Var þetta Squid Game og Funky Fangur Blómsjáðinu? Komið sæl og velkomin í hlaðvarp. Ég algjörlega búin að gleyma þetta. Þetta hlaðarsöður. Já, þetta sem heitir Karlakofinn. Ég fatt ekki þegar ég var ennþá með húfuna á mér. Nei, þetta er Bara halda áfram en hvað heitir þessi þáttu bara Karlakofinn eða heitir þetta eitthvað Hrekkjavíkurkofinn? Hann heitir, þetta er þarna Þetta er hvað? Býtu, hvað er það? Þarna drauga Býtu, nei við finnum þetta upp þetta. Já, það er gerum það. En þetta er Karlakofinn, þáttu 17. Magnús er að finna búning og hann er líka fyrir leikhús. Já. Þannig að hann ákvaða sýningu. Klukkan er 11 á Reykjavík og ég ætla að reyna að koma þetta inn svona 3-leytið, 4-leytið eitthvað þannig. Þannig að hann er væntanlegur inn á veitur. Yes. Þannig að jú, þetta verður, við erum ekki með neitt mikið planað í þessum þætti. Þetta þægilega, það var mikið búin að kvöldi. Já. Heyrðu, þarna ég skal bara byrja núna að segja Örn Árnason, shit, ég er 60 sýningin, þarna byrjar einhvern tíman í nóvember og miðasalan er hafin. Það að þeir sem elska Örn Árnason endilega kaupa miða. Ég á eftir að gera, Arnmundur er búinn að gera, Mattías ætlar að gera. Veitu hvað, ert þú búinn að bóka með? Nei. Nei, þú er að flýta þér, sko. Já, ég vil eitthvað bóka. Já, heyrðu. Sko, En, talandi Örn Árnason. Nú. Ég ætla bara að segja ykkur þá, þið örugglega eftir að vera reiður. Ok, þú ert að fara að segja eitthvað múðgandi. Þú ert nauðgunum með eitthvað. Ég er sá elsti Örn Árnason aðdáandi af ykkur. Hvað meira? Ég hef elskað hann síðan ég var lítið barn. Hann var Horfðir þú mikið á afa? Nei, ekki afa, en ég kannaðist alltaf við röddina hans og ég sá hann alltaf í sjónvarpinu. Það var alltaf eitthvað svona funny, sko, og ég man eftir því að í svona, þegar við vorum eitthvað svona, einhvern tímann svona í 4. bekk eða eitthvað, ég man ekki, þá heldur þú að Siggi Sigurjóns leik afa, þú svona, já, þetta er hérna Siggi Sigurjóns sem leik Sveinsen, hann er afi, og ég var svona, nei, þú ert eitthvað ruglar, þú ert eitthvað, nei, hann er afi, hann Siggi, og ég var bara. En núna veistu betur, sem betur. Ég held að við ættum bara að vita, ég held að sé mikilvægst að hann veitur betur núna. Já. Ok, það er svo langt síðan að við vorum kampinni og það vantaði eitthvað fyrst. Það er svo skrítið að hafa bara aukt sætið þarna. Já, það er eitthvað svona. Og það er líka rosalega mikið sól úti. Þetta minnst þetta vera skrítinn dagur. Sko, ég ætla að gera hvað? Draga frá bara þetta. Ég má það. Herjá, ég var bara mun eftir Júlur. Eitthvað svona sem ég var svona frekar svektur út í. Að þú sagði kennarunum okkar Dóru á undan okkur að þú var frá eignast lítinn bróður. Af hverju var það? Manstu ekki eftir þessu? Út af því að ég var að eignast lítinn bróður sem er 12 árum yngri en ég. Já, en af hverju, þú hefði samt getað sagt okkur það undan Dóru. Þú sagði Dóru það fyrst. Af hverju var það? Manstu ekki eftir þessu? Var ég ekki búinn að... Nei, sko, ég man bara eftir því. Ég var eitthvað í stofun og sagði, hei Dóra, ég er að fekk lítinn bróður. Og ég vissi bara, já, það. Við vissum ekkert um það, sko. Og nú, það var... mér minnir mögulega að ég hafði lappað með ykkur strákar. Ég er að verða stóri bróðir aftur. Þið fannst það bara ekki ég tvo litla bræður. Þið bara langaði ekkert að segja ykkur það. Þannig að þú varst örugglega bara að búast við að eftir svona 1 ár þannig að koma heim til hann svona, en byrju, hver er þetta? Já, þetta er nýja bróðir mann, áttu bróðir. Og við þurftum að spyrja, og þú sagðir okkur það ekki. Við þurftum bara að spyrja, heyrðu það að þú ert að segja Dóru það? Já, það er rétt.
það var svona eins og vildir ekki segja okkur en af hverju svona. Þetta er svona svolítið svona eins og podcast sem Sölva Tryggvasyni svona bara af hverju gerðu sko ég þá veljum við eitthvað já bara ég bara og við yfirheyrum þannig að Dóra er betri vinur þinn ég veit ekkert hvernig ég átt að svara þessu ég man ekkert eftir þessu en ég vil ekki eyðileggja stemminguna bara ekki tala litla bróður minn svona persónleg mál með litla bróður minn þetta er ekki persónlegt nei við sögum ekki já ég veit en svona fólk getur hlusta á þetta já og í framtíðinu getur ykkur svona reynt að segja eitthvað dónalegt við mig á samfélagsmiðlum og kannski nota eitthvað litla bróður minn í málið þannig að ég vil ekki að við séum eitthvað að fjalla litla bróður minn þannig bara að segja við segjum ekkert nafn hans ég held að það er búið að koma fram úr og þú reynir búin að segja nafn hans í einu fætti en sko ég var svona viðkynna mér finnst deila og það mjög margir vil ekki segja símanúmer setja opinbera vettvangi og svona en ég einn af fólk sem bara er alveg sama ég get bara sagt símanúmer eitt núna og bara mér er þú veist alveg sama sko þó að fullt af fólki veit símanúmer eitt eða hvað bræði minn veit þú veist mér bara getur ekki verið meira sama bara það er hrekkjavaka og svona hvað myndi þú þá gera Arnmundur ef allir vissu á símanúmerinu þínu og ykkur myndi hringja í þig ykkur ókunnum og svo svaraðu og svo þetta er eitt frægt svona hrygling svona dót það myndi bara koma svona þetta er bara svona hver er þetta eitthvað sprelli nei þau segir bara ekki neitt það er bara já ég vissi að það væri bara fíblast já en hvað þetta er ykkur skrítin vera ég er mjög öruggur með svona allstaðar ég get alveg líka sagt sko heimilisfangið mitt og allt sko ég er alveg það var þetta eins og að vísa öllum afsýðum ég byrði að maður sjá ekki nafnum mitt þá sett ég alltaf gerfinafn og gerfi afmælisdag ég byrði þó að sé ólöglegt já það er þannig og já það er ólöglegt að setja gerfinafn og gerfi afmælisdag ég finnst bara þannig þið ætlum ekki að vera á já.is ég ætla að vera á já.is í framtíðinu þegar ég verð celebrity standa sko hvar þú býrð og símanúmerið ég held að það er svona bara Íslendingar sem sjá þetta já getur verið það er líklegast eða í hot celebrity eins og Gil segir hvað finnst þér hann segir það alltaf hot celebrity já Gil segir það alltaf segir hann alltaf að sé muskular sko ég fattaði sko að Egill Gils mannasiðir eru á Stöð 2 já það er ég sé það já ég held að það væri hægt að sína þetta er líka YouTube getum við ekki bara haft þáttun svona jú mér finnst þetta að vera góð byrjun bara að ræða eitthvað mér finnst þetta mjög ég er okkur 7 mínútur þetta er svolítið öðruvíst eftir sko þetta er bara rólegt en Arnmundur já við vorum að ræða áðan á leiðinni hingað að ég hélt að þú hafir talað áður í einum þætti að foreldrar eru alltaf varir að börnin sín eru að runga sér já þér fannst þetta eitthvað rosa fyndið og vildi að ég myndi segja mér minnir að ég hafði bara einhverja minningu í huga að þú væri bara þarna og þú var að segja þarna og þú var að segja þetta við okkur ég man, við vorum bara eitthvað út í göngutúr eftir Karlakóan, Maggi var farin heim við vorum bara eitthvað að spjalla saman úti og ég sagði okkur og á ég að deila þessu og núna sé ég að deila þessu líka með hlustendum en sumir foreldrar þeir svona vita vel að börnin sín eru að fróa sér og eitthvað og þeir vilja fá að séu næði og þeir segja stundum eitthvað svona já þú mátt fróa í svefnherbyggi og en á baði þú verður að gera það og síðan þá banka þau alltaf þegar barnið er eitt herbyggi svona ertu að runga þér og býða þetta svari og koma síðan nei þú segir þetta eins og að þeir myndi bara banka einhvern tíma þetta er hljóð ertu að runga þér efninni og svo myndi svara já eða nei og þá var bara ok og myndi bara fara svo já það er líka alveg þannig sko það er vandræðilegt þannig að svona eru foreldrar
En hvernig er þetta hjá ykkur? Nei, já, mamma mín gerur þetta. Er það rungaður yfir föstu liður svo venjulega? Við erum ekki að fara ég held að sleppa þessu umræðum. Ég veit ekki hvort það sem er svona eitthvað En já, líka eitt annað sko. Við vorum að ræða þarna raunveruleika þætti á Sjónvarps Símans. Já, þið fannst þú varst með ykkur sögu. Ég er Sjónvarps Símans og ég bara veit ekki út af hverju foreldrar mínu vilja ekki kaupa Stöð 2. Nei, hvað hefur talað það við bara? Já, ég hef talað það bara. Hvað segir þú bara nei? Ég fá reyndar þegar svona EM og HM eitthvað þannig í gangi. Það fáu þau oft Stöð 2 sport. Það er náttúrulega bara 2 valmöguleikar, Vodafone og Síminn. Og hvað er það? Þú ert hjá Símanum, ekki? Ég er hjá Nova. En já, það er bara 2 möguleikar, Vodafone og Síminn, ég er hjá Nova. En þarna raunveruleika þættinir, já. Eða streymisötu valmöguleikar. Þarna Stágar, ég mun láka bara að segja eitt fljótt. Ég held að ástæða þess að við erum svona rólegir út af því að þetta klukkan er ennþá hvað? Já, hún er 11. Þetta er mjög snett sko. Og ég búin að vaka í svona 3 klukkutíma núna. Ég vaknaði klukkan 9:30. Ég vaknaði 8. Sko, ættu við ekki að sjá eitthvað svona morgun þáttu okkur út af sem væri bara svona. Það er svolítið æsna, já við erum með það ekki ekki að 47 ekki K100 og K100 já, eitthvað svona frekar rólega ekki Rás 2 En já, með raunveruleika þætti þarna Mattías, þú varst að spyrja hvað við værum að horfa á og ég sagði ég horfði einu svona Bachelor in Paradise með mömmu minni og goða Nei, til þess að gera grína þetta er svo fáránlegir þættir Manstu þegar þú vildar við að horfa á Too Hot to Handle Já, og ég man það finnasta, eitt af skemmtilegasta sem ég hef upplifað við að horfa raunveruleika þætti var að horfa einu sinni á svona Bachelor-seríu með pappa mínum Það var eitt svo heimskur kall sem var Bachelor Úlfur, þetta Bachelor, hvað er þetta búast við? Já, og líka Bachelorette, það er komið 9 og hún er svona alltaf þegar maður fer svona á fossíðina í Sjónvarps Símans þá er hún alltaf eitthvað svona í rósir í kringum hana svona ástin blómstrar og ný stendur hana og þarna en já, Stágar, það er reyndar eitt, vissu sig Bachelor það eru 2 pör sem eru ennþá saman eftir þættina 2 pör það er náttúrulega, já, það kemur ekki á vart Á ég að segja ykkur samt eitt rosalegt Bachelorette sko það var í alvörunni ein Bachelorette sem þarna það byrja alltaf einu sinni einhver viðtalsstáttur þegar þættin eru alveg að fara að byrja já, það sem hefur verið eitthvað að taka viðtal við að Bachelorette og hún er búin að velja sinn framtíðar eiginmann ég er að gera gæsalappir í mitt núna kæru hlustendur og þarna hún var í alvörunni hún talaði við sem henni fannst eins og hafi eitthvað verið ógeðslega leiðilegu við hana og hún í alvörunni nefndi alls konar þykjast að hafa öll þessi viðbrögð og verið að leika í alls konar senum eitthvað sem var handritað þetta var bara, mér líði svo ég held að þetta hefur ekki verið gert áður að útskýra hvernig þið gera þessa Bachelorette þættirnir Too Hot to Handle Hættu með það sko, væri ekki gaman að vera bara í þeim þáttum Ég held að þú verður að segja væri það ekki gay nema pointið er ég var bara að segja svona nei, reyndar það sem er svo mikið það er mjög mikið sásauki að vera í þessum þáttum þannig að þú hefur alls konar gæsalappir heitar skvísur í þessum þáttum sem þú vilt ríða en málið er þú ert að reyna að ekki ríða já, ég veit það þess vegna heitir þetta Too Hot to Handle já, ég veit það búm, búm, nema þú mátt það ekki og já, í Bachelor in Paradise það er til eitt herbergi í því sem heitir það Boom Boom Room og svo bara stelpur í þáttunum segir svona you wanna get into the Boom Boom Room eitt af sem ég finnst mjög fyndið þarna Bachelor Island er að það var einn gæi í seríunni sem hét hvað gerur svona það var einn gæi sem hét Grocery Store Joe
Já. Og hann var uppáldið okkar sko. Ég myndi verið með Hann var Cotton Eye þessi- Joe like, where do you come from, where you go, where do you come from, Hann var þessi slagi Joe bara svona með alla Var þetta skvísuna. ekki bara Joe Biden eða eitthvað? Joe mama. Hei, á ég að segja ykkur hvað mynd ég horfði á í gær. Nei. Jú. Við ætluðum að horfa á Scary Movie í gær, fyrstu. Nema svo sagði pabbi, þetta er samt hryllingsmynd. Já, Þótt að þetta sé þetta er bannað inn á grímynd. 16 Já, þetta er líka, sko. þá hættuðu við, þannig að við öll fjölskylda Já. nema Víkingur sem var sofandi. Ég sagði nafnið, við höfum gert það áður. Já. Ég alveg henni hvað, er það ekki bara alltaf lægi? Segðu bara líka, Ég gert það áður. það er verið að syngja mig. Bara til öryggis, Þetta er Magnús, á ég ekki bara að hafa þetta með þetta? Jú, heyrum í Magnúsi. Já, ok, þú ert hjá Karlakofunum? Hæ, Karlakóðan, góðan daginn. Já, hæ, Hvað segir þau? bara allt fínt. Hvernig gengur að ná í búninga? Hæ, hvað segir þið? Bara fint. Af hverju varstu að hringja? Bara Ég er búin að vera að hugsa, eins, Já. af hverju tristir fólk, Siggu King fyrir framtíðinu, þú veist, hún er völva, Kynþáttafull. Ha. Mattías bara skellti á og Magga. Ok, ef ekki að hringja eftir það. Ok, allt í lagi. Hringdu aftur. Jú, Þetta var voða dónulegt. Hann er núna liggjandi grátandi upp í rúmi, sko. Ég er að hringja eftir í hann. Er ekki skella eftir á hann? Yfingja krakkin. Hann er bara grátandi. Elsku að hattinn tæmur. Og smakka svo við heyrum í honum. Ég ekki höndin. Hlægið. Hæ, Matti skellti á þig. Matti skellti á þig, ég veit ég ekki. Matti var dónalegur og skellti á því. Þú varst komið svar, hún er kynþáttafull. En þarna, hvað varst að spá? Hvað varst að spá, segir þau? Já, það segir þið, hvernig er það fyrir núngan? Hvað, komin að verða liðið eða eitthvað? Einhverju 6 ára Þetta er svolítið mikið bara spjall, sko. Bara svona Og líka, þættir eru miklu meira rólegri heldur en þeir hafa verið. Hvað? Þau eru alltaf rólegir þegar þeir eru bara frí. Ok. Það er Nei. svo mikið að hafa fjóra. Nei. Síðast þegar við vorum 3, það var allt og mikið klæsingur, sko. Já, það er bara Það mismunandi. var eitthvað að vera með borðið standandi. Já, ég held líka, það er líka bara eftir skóla, skilur við. Núna er þetta bara morgun. Núna er þetta bara morgun, við erum allir þreyttir. Nei, veistu, ég hef með svona, þetta er svona morgunrödd, fattur. Skilur. Já. Og þetta er mjög góð tími klukkan 11 til að taka upp hlaðar, sko. Það er sól, það er fallegt niður í bæ, það er enginn á bókasafninu. Og hvernig gengur að finna búning? Já, hvað ætlar að vera, Magnús? Ég er ekki farin að staða enda, sko. Nei, en hvað ætlar að vera? Ég hótti fókus í dag. Partibúðin, já, en þarna partibúðin er opinn í dag. Já, ég er að fara það eftir heldur. En hvað ætlar að vera á hrekkjavökunni? Ég er ekki alveg búin að ákveða mig. Ég er með einhverja hugmyndir, sko. Undir, já, það er ekki allir með einhverja hugmyndir. Jú. Já, gaman að heyra í þig, Magnús. Já, bæ. Gangi vel. Já, bless. Ég skellti á hann alltaf svona. Veitu hverju skellum alltaf á sig fólk snemma? Ég veit það ekki, ég bara, mér langar ekki að tröfla þetta fólk. Ég skammast mér svo ótrúlega mikið að skella okkur ekki byggja saman. En sko, mér leiði svo illa út og mér leiði svo sé bara svona að tröfla þetta fólk svo mikið. Það er að fara að gera eitthvað síðan svona, nei, ég er eitthvað upptekið út af einhverjum helvitis krakkum eitthvað. Mér langar bara ekki að tröfla þetta fólk, sko. En þarna, með myndirna sem ég horfði á ekki hér. Já, hvað Í staðis að horfa á Scary Movie, þá horfðum við á Will Ferrell myndinni frá 2018, Holmes and Watson, sem er mjög auðgleymanleg. Ekki heyrt um hana. Sem er mjög auðgleymanleg, já, þess vegna hefur. Ekki heyrt um hana, ekki heyrt um hana. Aldrei svona auðgleymanleg, ég held að það ekki orð. Já, Já, pabbi og mamma sögðu þetta er hvernig maður segir það, auðgleymanlegur. Já, þau ekki eitthvað Já, þetta fjalla til, þetta eru þarna Will Ferrell, hingæðin sem ég glemdi hvað heitir, sem lék með honum í Step Brothers. Já, hann. Já, hann lék þarna Watson og Will Ferrell lék Holmes, og Holmes er algjör asshole í myndinni stundum. Já. Hann til dæmi, hann þarna
hann sakaði Watson fyrir að vera morðingi í myndinni. Ertu að benda mig sem Watson? Ég auðvitað heimski hérna. Watson ekki heimskur. Upprundarsögunum hann ekki klár. Það? Hann ekki það klár. Hann bara þarna. Watson rosalega bara pirrandi. Ég skal segja, í upprundarsögunum þá Watson bara, hann situr bara lög. Já, það það sem verið að tala í myndinni. Watson að reyna að vera svona. Watson eiginlega aðalpersonan í myndinni sko, verðan þess að hann orðið svo þreytt, hann sýnir það ekki og hann lætur eins og hann það ekki, en hann ógeðslega hann ekki beint þreyttur, en hann svona vill vera eitthvað meira en bara þessi gæi sem bara svona með Sherlock. Þannig að hann vill vera co-detective nema Sherlock sem algjör sem dálítið asshole í myndinni, hann ekki alveg á sömu nótum. Núna skallt ekki skulda alla myndina fyrir sem hefur áhuga á sjá mynd. Hvað þetta að horfa á hana fyrir áhuga Netflix. Saman? Netflix, já. Það nú flestir með það held ég. En Netflix original, sko. En þarna, típurnar sem ég ímynda með Sherlock and Holmes að Sherlock, hann svona leiðinleg pirrandi típa sem hlustar ekki á neitt annan en að sjálfa sig og Watson og Watson þessi gæi sem þolir eiginlega ekki Sherlock en samt svona aðstofamaðurinn hans og eiginlega svona fattar meiri hluti heldur en Sherlock. Heyri, en með langar hans að spyrja ykkur að búa til svona útskýringu eða kenningu því að núna oft svona þetta fræga fólk. Já. Þetta hljómar svo byrjunaleg. Þetta fræga fólk. Þetta eitthvað lag með káka og þetta fræga fólk svo skrítið. Þetta fræga fólk svo skrítið. En þetta fræga fólk svo þessi amerísku já, þetta Lady Baba. Já, þú veist, segjum sem dæmi Tom Cruise. Hann bara einhleypur. Já, Tommy Skipper's. Nei, ég að koma með dæmi. Okay. Hann einhleypur. Hann gifti síðan einhverju svona konu sem eitthvað svona önnur leikkona sem kannski svona 10 yngri. Segjum þessu tilfelli sem dæmi Jennifer Aniston. Hann giftist henni og það þau séu rosa hamingjusum að giftast og allir eitthvað þau munu vera saman að eilífið og eitthvað. Síðan skilja þau alltaf eftir svona 1-2 ár, jafnvel nokkra mánuði. Þannig að hvað haldið þið að þetta fræga fólk, þetta náttúrulega gift svona 20 sinnum á lífsliðinni, af hverju haldið þið að frægt fólk passi ekki saman erlendis? En það passar mjög vel saman í Íslandi því mikið að fræga fólki saman á Íslandi. Nei, sko Helga Arnardóttir sem sér þetta Mannskörf. Hún frekar fræg og Olbis lögumál. Hún sko þínum augum Almundur. Hún fræg sko, hún vann að byltingi og eitthvað. Ertu skotin í henni Almundur? Nei, það ekki. En hún nefnilega gift Braga Þór Hinriksinni, leikstjóra sem leikstýrði algjör sveppamynda. Þannig að þetta virka vel á Íslandi, en af hverju heldur þetta virka ekki erlendis? Út af því að þetta mikið frægara fólk. Já. Tom Cruise miklu frægari hann heimsfrægur. Já. Þetta ekki bara innan Bandaríkja. Ef að við skulum segja eins og Björk, ef að hún myndi giftast því einhver sem bara heimsfræg og hún myndi giftast einhverju annar frægari mannsku sem líka heimsfræg. Já. Þetta 2 heimsfrægar mannskur íslenska bara, þá myndi það ekki skilja. Já. Eitt sem mig langar að segja, maður getur haft aðskilnað út af mörgum ástæðum, ekki bara út af því að þið passi ekki saman. Það getur líka verið út af því að það gangi ekki. Já, en þið reynast alltaf aftur. Ég held að þið eru giftast, þið veit alveg að þetta sé bara verið 2 ár. Af hverju Kanye West og Kim Kardashian ekki búin að skilja maður? Já, þau eru búin að skilja. Eru þið búin að skilja? Já, á langt síðan. Það ekki 2-3 mánuðir núna. Já, það hálft ár. Ég frétti fyrst af þessu í ágúst þegar ég var á Neskjöp, á Egilsstöðum. Þetta hálft ár sko. Nei, þeir búin að skilja. Við fréttum fyrst af þessu þegar við viðtalið á Djevaf. Já, það var í febrúar sko. Það febrúar. Þetta mjög langt síðan. Já, skilnaður í ágúst, þannig að já. Það eitt sem ákveður að segja Kim Kardashian eða 2 hlutir. Það var 23. ágúst þegar ég frétti þetta. Númer 1. Ég var á Egilsstöðum, ég var rétt fyrir Skálan Dænar. Númer 1, margir hafa sagt sem ég þekki að Kim Kardashian
elskar ekki Kanye West. Já, hún elskar ekki neitt. Þetta er náttúrulega allt samband eru fyrir pening og frægð. Já. Það eitthvað, oh my god, þeir eru saman. Þess vegna hugsa ég hlustaði í alvörunni í fyrsta ég veit ekki hvaða lög eru eftir Kanye West, en hann er mestalagi prodúser, sko. Sko, Kanye West, hann er náttúrulega hálfviti. En ég hlustaði Ok, ég byrði, Úlfur, eitt fræklag eftir hann heitir Poop Titty Scoop. Ég er ekki að grína, það er lag eftir hann. Ég hlustaði svo nýlega á lag eftir hann sem heitir Monster. Já, Monster. Já, sem sko pabbi segir hann gerir bæði þarna æðisleg lög og líka hundleðileg lög. Monster er hrassaskítur algjör. Já, það. Algjör hrassaskítur. En sko, eitt svona Kimba. Nei, býtu, ég er ekki búin. Kimba. Nei, Kim Kardashian var þú svo, nei. Nú bara stoppaði mig. Þetta er Jónar og segir Kimba Kars. Þetta er tvíhafði eitthvað ræð Kim Kardashian. En ég Úlfur kláraði. Já, hún elskar ekki Kanye West. Og eitt hræðilegt sem hún gerði á samfélagsmiðlum er að hún á dóttur sem heitir eitthvað East West. Nei, hún heitir eitthvað Night eða eitthvað Night West eða eitthvað svona endar að klána með West og þarna því segir 2 börn með mig og East West hétt eitt þeirra. Já. Og svo ég veist ekki að þið voru eitthvað svona mikið eitthvað Kim Kardashian og Kanye West. Ég bara, sko, þetta er bara fréttir og ég fylgist með öllu sem er fréttir. Já, mamma mín sýndi þetta bara en svona en það var Kim Kardashian, hún tók eitthvað selfie með dóttur sinni sem var eitthvað 9 ára eða eitthvað og hún segir eitthvað my little poochie nei, það var ekki þannig hún segir eitthvað my little daughter painted this very eitthvað beautiful þetta og það var eitthvað rosa náttúruleg málning og svo stendur eitthvað svona nafni en það er eitthvað svona í horninu til þess að láta svo að þetta hefur verið gert af henni nema það var alls ekki eftir hana. Já. Ég er teiknari og ég sver að 9 ára stelpa hefði örugglega aldrei geta gert svona, sko. Það var 6 ára eitthvað. Þetta var það sem hún ræði í viðstæðanum að gefa. Já. En afsakið, ég verð að fara og ég svo bók sem heitir Rivers of Iceland. Hvað er hann aftur? En já, þarna Mattías með sína íslensku menningu. Já. Hvað ert þú að gera? Ég er að senda hérna skilaboð, ok. Það er að fiskó. Fiskó Fiskó disco. Blub 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 blub. Fiskur gó blub 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 blub. Og ég hefði líka mála eða mála. Úlfur, þú er samt meiri teiknari heldur en málari. Já. Ég var samt að spá í hvort ég get prófað að gera svona. Sko mér langar að fá svona mjóa pensila. Alltaf þegar ég er í einhverju verkefni þar sem ég fara að mála þá eru ógeðslega þykkir. Það er fína pensla. Já, þessa fínu þar sem maður getur gert svona mjóa svona og virka vel. Það er pensla blýanta. Pensla, sko þið þurfa ekkert endilega að vera svona með þykkar útlínur þá. Þið geta verið bara svona, virka mjög vel, geta verið ógeðslega mjóar útlínur og eitthvað svona. En eru samt málning. Já. Mér langar að prófa þannig, sko. Já. En þau veitir samt þættir að Keeping Up with the Kardashians. Já. Raunverulega þættir fjölskyldu sem er náttúrulega bara ömurlegt því að ég var í þessu fjölskyldu þannig að ég kæra fólkið að taka límit upp á myndband og setja á netið. Það er líka til aðrir hræðilegi þættir sem heitir Talking with eitthvað Dinner with the D'Amelios eða eitthvað. Já, þetta Charlie D'Amelio. Og ég fór líka ég segi ykkur, ég fá svo mikið Charlie D'Amelio á TikTokinu mínu og eina sem hún gerir, hún er eitthvað að dansa sem hún björgir til, hún er bara eitthvað og svo stendur eitthvað, what is your favorite color, comment, Já, hún er ógeðslega barnaleg, sko. Og svo líka eitthvað svona og hún með eitthvað alltaf með samfylgdarinn á þessu myndbandi og svo fær hún svona 40 miljón lækum, ef ekki meira. Leyfðu mér að kíkja. Sko. En já, ég var að segja, var ekki íslensk þannig með Keeping Up with the Eldjárns. Það var Ari Eldjárn og Úlfur Eldjárn. Já, reyndar, Eldjárn fjölskyldan er frekar vinsæl, sko. Þórarinn Eldjárn, hjónin sem gera barnabækurnar. Það var eitthvað Ari, já, það er matabóð. Já, svo líka Ari Eldjárn og svo líka dóttirinn, var ekki eitthvað dóttir, jú.
Örugglega, og síðan Sigrún Eldjárn síðan Úlfur Eldjárn. Var hún dóttir? Nei, hún frá Var það móðurinn? Við erum að tala Eldjárn fyrst. Nei, ok, hún Ari Eldjárn, Úlfur Eldjárn bræður. Og Halldór Eldjárn. Halldór Eldjárn. Pappi þeirri Þórunn Eldjárn og systir þeirra Sigrún Eldjárn. Og svo pappi Þórarins Eldjárns Kristján Eldjárn, forseti. Hann er dáinn núna. Já, hann dáinn. Hann fyrir hann forseti. Já. Og svo var móðir þeirra, ég maður ekki hvað hún hét, móðir Ara. Já. Hún var loftsteinafræðingur. Já. Háskóli Íslands, minnum mig. Já. Býtu, hversu mikið Og þau ólust upp í þjóðleik. Hvað mikið af Eldjárn systkinum? Þeir 3, Ari Eldjárn. Sko, þeir voru 5, 2 eru dáin og núna eru þau bara 3. Sigrún Eldjárn, Úlfur Eldjárn og Ari. Nei, systkin, þú veist það var Ari Eldjárn, Úlfur Eldjárn og Halldór Eldjárn. Það ekki Jóhann Eldjárn. Þeir áttu 2 aðra bræður sem hét Þórunn Eldjárn, annar Þórunn Eldjárn og einn annar. Þórunn hann dó á sjónum og hann var eitthvað þroska eftir og hann dó. Ég hlusta hlaðvarsátt við Ara Eldjárn og þá var hann bara að lýsa öllu þessu, þannig að þess vegna veit ég þetta. Hann bara er eitthvað svona, ég þroska eftir og svo bara svona krandi svona þannig að hann bara hvarf. Allir sem eru með þroskahamlun bara afsakið. Þetta er svolítið dónalegt. Já, þetta er grína þroskahamluðum minna. Nei, út af því að þú sagðir þetta svona. Ég sagði að hann var þroska eftir. Og hann dó, það er það sem þú sagðir. Hann lést. Það var ekki. Hann lést vegna Já, ég veit það er svona tókið á svona bókstaflega. Já, ok. Og reynda að ímynda með ykkur Ég var að reyna dauða. að fara einhverju liðum, háðar með þáttinu ná. Þetta var grín, ykkur Ari Eldjárn ef þú ert að hlusta, þetta var grín. Og Ari Eldjárn ef þú hlusta þá er það langt með 100 árum, þú bara kemur heim til mín að ég býja á. Ari Eldjárn, Sko Mattías, hann býr á Laugavegi 8. Ari Eldjárn, þarna þú þekkir móður mína, þannig ekki meiða mig. Hún heitir Nei. Úlfur, þú veist, móðir þín, hún kom í kreditlistanna þökkunum á skjáþáttum, þannig að fólk geti alveg að finna það út. Það er ekki hægt að vita til móður hans. Sko, líka, það eru bara ykkur 3 að hlusta á þessu þætti, sko, þannig að þú þarft ekki að panika. Og eitt er Ari Eldjárn. Nú er búið að lækka. Það er enginn að hlusta. Úlfur, þetta fyrir bylgjur, Úlfur, þú veist það. Það fyrir bylgjur. En mamma, hún byrjar á, segðu bara stafinn sem hún byrjar. Ok, í alvörinu, ég var að hlusta síðast átt og ég fekk höfuðverk, sko, út af þessu. Þannig að við skulum alveg hætta þessu. En þarna, já, betur hvað, eru að fara í myndir fyrir milljón eða? Ok. Nei, gerum hryllilega útgáfu. Myndiru fyrir hryllilega, já, það er það sem við plönuðum í gær. Myndiru fyrir hryllilega milljón. Já, þið plönuðu það í gær. Ég gerði það. Var það ekki Maggi? Ég var ekki að gera neitt með ykkur í gær, sko. Ég heldur. Nei, ég er ekki að tala um í gær, ég er að tala um síðast þegar við vorum að gera þátt. Já, það var fyrir viku, ekki gær. Já, ég sagði í gær, ok. Allavega, gerum myndiru fyrir hryllilega milljón. Ég er svo vanur að hafa derhúna. Ég er svo vanur bara að gera leist og deri í smástund. Og ég kom bara svona og ég var náttúrulega búin að skalla borðið. En þannig, myndiru fyrir hryllilegu, hvað er þetta ekki, myndiru fyrir hryllilegu milljónuna? Eitthvað þetta það ekki? Eina hryllilega milljón. Myndu þið fyrir hryllilega milljón. Viking Lotto. Helmingi. Úlfur. Ok, byrjaði. Myndir þú fyrir hryllilega milljón. Táningafræðarinn. Úlfur, vill maður svo róa okkur þessum að þið? Myndir þú fyrir hryllilega milljón. Ok, byrja þú, Mattías. Myndir þið fyrir milljón, það er ekki lengsta draugahús í heimi, þannig þurfti að vera. Hvað var þetta langt? Þetta væri 2 nætur og 2 nætur, ok, fyrir miljard. Fyrir miljard, já. Ok, byrju. Og það væri því fólk að trufla eða því að meðast að sofa og þú myndir líklega að fá margtræðir. Nei, ég myndi ekki gera, ekki fyrir miljón. En fyrir miljard. Ég vil ekki sleppa sem með miljard, þetta leikurinn er ekki um það. Allt í lagi. Ég veit ekki, ég var ekki. En þannig að ég skal gera, myndi þið fyrir miljón að fara svona, gera gott í
Fellakörunni? Nei, jú, segjum bara í fellakörunni og þá myndi koma vampíra. Myndi þið þarna Þetta breyta þessu í sög Þú byrja núna að breyta svona í sög Með eina línu myndi þið fyrir 1.000.000 þarna, ok, bara myndi þið fyrir 1.000.000 gera eitthvað gott í fellakörunni og fer í sleik við vampírana sem tekur á móti ykkur. Er þetta alvörunni vampíra? Já. Hvað þetta er bara góð vampíra? Eins og Adam Sandler vampíra Hún er ekki að fara að drepa ykkur. Sko, þessi vampíra, hún er ekki að fara að drepa ykkur, sko. Vampírur eru ekkit sérstaklega óhugnalegar í útliti, sko. En myndið bara fyrir sleik við vampíru, einföldum þetta bara. Já, fyrir 1.000.000. Í sleik? Já, sleik, bara tunga við tungu og svona. Nei. Takk eitt franskan. Hún ætti að taka sénsinn. En þú og býti í tunguna mína. Nei, hún mun ekki gera það. Þetta verður bara venjuleg sleikur við vampír. Mér er samt hennur og ég geti vexti í það. Þannig að ég ætla að segja nei. Ég myndi alveg taka eitt franskan, sko. Já. En ég segi bara nei, taka eitt franskan. Það er komið að 4. Kissa, franskan. Hvað segir þú? Myndu þið kaupa svona Chucky dúkku í Nexus og hafa hana í einn heilan dag, opna svona úr kassanum og svo skila því aftur fyrir 1.000.000? Já. Já. Hafið þið ykkur að fóbíu eða eitthvað? Já. Ég ætla ekki að reyna að vera típiski 9-year-old myndi hafa Pennywise svona Momo, ógeðslega skefi creepypasta Annabella Freddy Annabella. Munið þið þú að lesa orðið óstöðandi í 7. bekk og það var eitthvað Pennywise the dancing clown. Hann segir alltaf Pennywise the dancing clown í myndinni. Af hverju ekki bara Pennywise? Hvað er orðið óstöðandi myndinni? Pennywise er ekki einu sinni trúður. Hann er djöfull. Talandi orðið óstöðandi, Úlfur, þú elskar þær bækur. Nei. Í 4. bekk elskar þú svona, já, þetta er alveg eins og víti Vestmannaeyjum nefndir handbolti. Þú sagði það. Ég les bara þessar bækur vegna þess að þær eru einfaldar og ég hef ekkert annað til þess að lesa en annars eru þau bara ágætar. Ég ætla að lesa smá upp, ég veit þetta ekki. Það er voða strákalegur fílingur í þessum bókum. Þetta er klám og Heyrðu, en þarna, jú, í síðasta þætti Við sáum orðið nakin, hann sexy. Já, það var þetta í sundið eitthvað. Og já, bara þarna Bjarni Friðsson, sá sem gerir þessar bækur, hann þarf að fara Hann fara að fara til geðlæknis, sko. Já, sko, ég Það er ekkert að þessu manni, sko. Og líka Bjarni að þú að hlusta minna grakki í 100 Bjarni má hreina þú að hlusta, ekki taka þetta annað til því. Og Bjarni, hvað er hann að frægur Bjarni? Heyrðu, en sko, í síðasta þætti af Karlkonum þá setti ég einhverja spurningu: ertu með hugmyndan í dagskrárlið fyrir hlaðarpið? Það er enginn búinn að segja það og síðan þá spurði ég líka út í eitt annað, maður sé að það var hvort að eitthvað finnst spurningasögur skemmtilegu liður því að mitt datt í huga það væri ekki. Leif mér ekki íska, þau segja nei. Kannski mun bara enginn svara þessu. Er enginn búinn að svara? Ég er gáða því, viltu róa þig? Róa þig ekki. Ég hef ekki svo að vinda okkur í það, sko, ég fekk hugmyndalið á leiðninga að segja okkur öðrum spurning. Af hverju stanst þess verið að senda mig skilaboð hérna? Hver er þetta? Það er enginn búinn að segja neitt um þetta og það er 1 dagur eftir til að segja þetta. Karlkonum 6 á Spotify, íti bara á já eða nei. Það eru 3 búin að hlusta síðast þátt. Það er náttúrulega bara ekki mjög mikið, sko. En ég meina, það er betra en ekkert. Við vitum einhverja. Þetta er bara almennt, þannig að við höfum þetta á mörgum stöðum. Já. Sko, Mattías, ert þú búin að hlusta á nýjasta þáttin? Nei, Úlfur, ert þú búin að hlusta? Nei. Ég er búin að hlusta og síðan eru ykkur 2 aðrir sem veit ekki. Það er alltaf ágætt. Hvað er búið að vera að senda? Hvað er ekki? Strákar, ég með spurningu, Ívar minn. Heyrðu, þetta er vinur minn Ívar. Ekki hringi hann bara. Heyrðu, þarna Heyrðu, en eftir þennan þátt þá er 2 venjulega þætti eftir og síðan verður í beinni útsendingu. Það er rosalegt. En þarna, já, ok, aftur í þáttin. Hvað var þetta? Hvað er það? Já, heyrðu. Þetta stóð sko, þarna, ég ætla að sjá hvað við eigum mikið tíma eftir. Við eigum eftir
Við eigum eftir 50 mínútur. Ok, allt í lagi. Já, við getum gert svona eitthvað tvíhöfði. Ok, strákar. Já. Ok, strákar. Ég fær smásöguna. Nei, strákar, þarna ætlum við ekki að segja okkur um öðrum draugasögur sem að þarna liðu sem ég fekk hugmynd af þarna á leiðinni hingað. Gerum þetta stutt samt. Já, ég var að spá í hvort að þú, Armundur, getur byrjað og ég gera stef. Ég skal byrja. Og á þetta að vera grín eða... Nei, gerðu svona brrrr. Úlfur, á þetta að vera grín, hvað á þetta að vera? Nei. Gerðu þarna drilling. Nei. Byrju. Ok. Nei, ég verið að tala um þetta fallega þarna brrrr. Draugasögur fyrir svefni. En þarna, hvað á þetta að vera grín eða... Já. Ok, grín, ok. Þannig að þetta er grín hlaðvarp, Armundur. Já. Ok, þú byrjar. Ok, þannig að þetta á að vera eitthvað svona eitthvað... Já, allir að fara að hlæja núna. Við gerum þetta bara í staðin fyrir spurningasögur. Já, ok, þannig að það var svona einu sinni, það var lítið telpa sem er Dísa. Dísa, hún bjó sko í... Dísa, hún bjó í grafarholtinu. Og hún var eitthvað út að labba við vinkonu sínum og sagði, oh my god, það er hrekkjavaka morgun, það er svo slay, oh my god. Oh my god, yes. Og hún var eitthvað, oh my god, hvað er í gangi, oh my god, og eitthvað það, oh my gosh, oh my god, oh my god. Og hún var eitthvað svona. Og ef það þá, já, við erum að gera grín að þér. Þannig að já, og ekki hvarta. Þetta gerist 2012. Þetta gerist 30. október 2012. Árið sem Steindi hætti með Steindalmokk. Ok, og hann var eitthvað, hún er eitthvað, oh my god, það er ekki eitthvað, ég það er bóna með eitthvað. Og það kom svona muslimi, nei ekki muslimi, sem er svona, þetta, ég veit ekki okkur að segja muslimi. Það kom svona, hvað heitir þetta, svona, nei, svona múmía. Og það kom svona múmía og hún svona labbaði svona, segði okkur nammi. Já, ég segði nammi, ég elska nammi, sko, ég er ekki áfættisjúklingur samt. Já, þá sagði sko múmían svona. Nei, ég er ekki með fordóma, ég lofa. Þá sagði múmían svona, þú ert óþekk stelpa. Þegar hún þekk svona, bittu, ertu að bjóða mér að deyta? Er þessi múmía barnanýðingu? Kemurljós. Þetta kynferðisbrota múmía. Og þá sagði Dísa, bittu, ertu að bjóða mér að deyta? Kynferðisbrota múmía. Og þá sagði múmían, nei, ég er að bjóða þér. Elskar hann Reddit? Múmían? Já. Ég veit það ekki. Ok, þá er þetta kynferðisbrota múmía. Ekki segja þetta Armund sem notar Reddit mjög mikið. Þú veist, líka, já, ég veit alveg að þessi kynferðisbrota mann er Reddit, en þetta er múmíur er ekki á Reddit. Nei. En og hann sagði, heyrðu, komdu með mér til Bandaríkjanna. Þau svona, já, það gerða Þetta er þetta ekki USA? Það er hérna la. Nei, ok, við líka leifum bara að tala. Það fyrir LA, já, það er hérna USA, eitthvað svona, the party in the USA. Trump. Og þá byrja stelpar að syngja the party in the USA, the party in the USA. Yeah! Og síðan, þá sagði, já, ég kem bara með stelpur, ég verð að fara, það er date í USA, sko, við ekkert múmi. Ok, bye, Lída. Síðan þá fór hún þangað og vinkurinn hlaupi svona, nei, af hverju þetta farðu, þú máttu þetta ekki, þetta getur verið ekki Perry. Nei, það er ekki Perry, ég þekk hann. Nú, og þá fóru þau til foreldrana og sögðu, hvað er í gangi með hana Dísu, hún fór bara. Það, já, þetta er frændinar. Frændinar er múmía sem er að ganga aftur. Oh my god! Og þá sko, og allt í einu, og en stelpun, þau heldur bara áfram lífinu sínu og einn daginn það hurfu foreldrarnir sporlust. Alveg þangað til jólin 2016. Þá voru þau svona, hún á 15 ára í byrjun, þá voru þau svona, þá voru þau 19 ára. Þau voru orðin fullorðnir og þau ætla að halda jólin saman því að þau voru alltaf flytt á foreldrum sínum og þau bara spara og halda jólin saman. Og þá kom þessi múmía og sagði, hvað er Dísa? Það skilur út undan. Nei, hún fór hann ekki með þér til USA í gamla daga. Ég er Dísa. Ég er klóni.
síðan tók hún sig í og segi hæ stelpur, ég Dísa. Yes, queen. En þá voru þau svo reiðar, þau hentu henni út og hún breyttist í vampíru, flaug til Asíu og síðan núna förum við yfir að hrekkja vegna 2021. Þá voru stelpurnar 24 og þau voru allar giftar og áttu allar eitt barn og þau ætla að fara í svona mömmuklúbb hrekkja vegna. Yes, queen. Og þá síðan sagði mun eftir henni Dísu. Já, ég man eftir henni. Hún var vampíra á jólunum. Já, ég man hún var vampíra í jól. Já, ég man eftir henni Dísu. Og þá kom Dísa aftur og sagði svona hæ stelpur. Hæ, þannig múmíugæi, hann var eitthvað geðjóki sko, hann var eitthvað að reyna, þetta var sko Kári Stefánsson og hann var að reyna að fróa mér sko. Og þá fóru allir rosa mikið hláturskast, þá sagði hann, ég í álfurinn ekki þún, ég Nord, hún flaug í burtu og þetta var að síðasta sem hirtu af frá Dísu. Ok, þetta var drösa. Ímyndið ykkur Michael Myers nema í stað fyrir grímu þá hann smokk. Hvað fannst ykkur þessi saga spennandi eða? Hárkollu. Þið með athugasemdir við þessa sögu? Þetta var Þetta var ekki það mikið draugasaga. Jú, hún breytti sig í norna og flög í burtu. Það var bara í endan. Jú, það kom barn. Halló, verið velkomin bylgjuna. Það kom barnanýðingur, Úlfur. Ég að ríða konu undir borðinu. Úlfur, það kom barnanýðingur sem var múmía. Það nú draugalagt. Já, en það kom enda þáttinn á intro/outro. En það komið að Mattíasi. Ég var að spá í að þú myndir segja draugasögu og í stað þess að nota þessi ógeðslega pirrandi hljóð þá get ég gert svona róleg hljóð með munninu þínum þegar þú ert að lýsa einhverju einföldu. Og byrjum. Höfum þetta stutt samt. Já. Já, ég var að gera tilbúin. Einu sinni árið 1921 þá var maður. Halló. En þessi maður var ekkert venjulegur maður. Nei, það ekki venjulegur. Hann seldi crack, kókaín. Og hann kom upp að stelpu. Halló stelpa. Þetta var alveg ekki stelpa. Þetta var bróðir hans. Þetta var dauði bróðir hans. Og dauði bróðir hans sagði ég dauði bróðir þig. Og þá sagði hann mamma. Og ég ætla að takk fyrir að hlusta. Þetta var frábær saga. Já. Það komað fyrir. Alright. Ég vil ekki neinn hljóð. Ok, þannig að ég get gert þau sjálfur sem ég ætla ekki að gera. Þannig að það má ég gera þau bara með minni með. Hello, ég Dr. Finkelstein og ég ætla að segja ykkur sögu. Þetta draugasaga eftir Dr. Finkelstein, lýst eftir af Úlfi Marinósinni. Já, fyrir hlæða upp í Karlakofan. Það var hættu. Ég held að það var lappa allir sagana. Það var nótt. Ég labbaði með vinum mín. Þeir voru allir klæddir sem stjórnmálamenn. Ég vissi ekki af hverju mér fannst að vera super boring en allavega ég labbaði út í skó með þeim til þess að hitta gömlu ömmu mína þess að hún alltaf með fullt af nammi í kjaklaranum sínum. Þannig að á leiðinni þangað þá hitti ég skrítna feita konu með langt nef og langa höku sem var öll græn á litin og hafði skrítin píramít á höfðinu með flata jörð á endanum. Ég að reyna að lýsa nornahatt. Hún hélt á kústi og hún labbaði að mér og sagði ef þú gefur mér eina gullkrónu þá get ég sýnt þér grænu hóluna mína.
Svo lyftir hún svona upp og ég öskra og hleyp í burt og ég er að hlaupa í burt. Hún eldir mig og hún öskra ég ætla að ná þér, bitches can be bitches, og flýr í burtu og svona wow, bitches can be bitches, am I right? Og hún lappar áfram. Svo fer hann að hús ömmu sinnar. Hún kemur og ég sé eina baun á andlitinu hennar. Hún sagði, hvers konar baun er þetta? Hún segir, none of your business, bitch. Og það er eitthvað, þetta er ekki amma. Ég fer inn til hennar og ég sé að það er eitthvað óvenjulegt við hennan stað. Já, ég sá hangandi Sindra svona á veggnum hennar, en það var ekkert hafði engan áhuga á því máli. Það hefur alltaf verið þarna og ég er vanur því. Hættu. Ég er líka áheyrandi. Ég sá Steingrími Jóð sem svona teppi húsinu ömmu minnar, en það hef ég líka séð áður. Ég fór niður í kjallarann hennar til þess að sækja nammin, og svo sá ég eitthvað hryglilegt. Það var krossfestur Gísli Marteinn. Amma mín var beint fyrir aftan mig. Hún sagði, gleðilega sekjavöku, elskan. Nú, hvar er þessi gullna króna sem þú ætlar að gefa mér? Og þá segi ég, bitches can be bitches. Sagan búin. Ok, var þetta ekki drungaleg saga? Ok, hver var besta sagan? Áheyrendur með að velja. Ok, kjósiði endilega í appin okkar. Ok. Þetta verða Ég held að stóra við sög. hafa á Instagram. Þið getið farið á Instagram og kosið hver var bestur. Ok, Það er bara að það var 2 eins. Nei, það er leið til að gera. allt í lagi, strákar. Þannig að Það er leið. Þá gerir maður því, það er svona mælir því sem maður getur fyllt upp. Það er svona quiz. Ó já, Mattías, þið langaði að fara í smásálina. Það er því svona mælir eiginlega því það sem maður getur sett hversu mikið var þetta. Og svo setur maður því hlýn af því. Já, ég skil. Já. Ykkur langar að fara í Já, smásálina. ég hef ekki farið í smásálina. Hver er ég að gera? Ég var að spáði hvort að við tveir getum gert aftur. Já. Ok. Ok. Við hann Þannig að ekki að byrja að syngja þú vera. getur verið Sigurjón. Ok. Þannig að syngjum varmyndur. Farið fram. Nei, gerum við svona hryllilega útgáfu. Ok, Sakar, ég ætla að vera bassinn. Hann má ég gera smá förspil. Já, býtu. Þið vitað að maður Exorcist tónlistin. Og síðan byrjar live. Komdu hérna vinur minn í smásálina. Ramfalskur. Komdu hérna, nei! Jú, nú ertu ramfalskur. Komdu byrjum upp hérna bara nýtt. vinur minn. Ok, Byrjum. Ok, 3, 2, 1. Komdu hérna vinur minn. Nei, Úlfur, bara venjulegt stef. Ok, þú gerir þetta bara. Þið aldrei að ég sé falskur sem ég er ekki. Rámfalskur. Komdu hérna vinur minn í smásálina. Komdu hérna vinur minn í smásálina. Komdu hérna vinur minn, já komdu hérna vinur minn í þetta hérna smásálin. Já þetta er Reykjavíkur Ok, byrjum við þetta. Ég get hérna og ég get. Og Ég við byrjum þetta. byrjum. Ok. Ok, þau verður tilbúið með ringitónin. Já, við erum Já, ég komið sæl og velkomna þennan fallega sunnudagskvöld. Svo hryllilega. Hæ, þetta ég Doddi. Hryllilega þú ert bara að tala um maður. Fyrirgefðu. Velkomin í þennan
Velkomin í þennan hryllilega sunnudags kvöldþátt á Hrekkjavökunni með Karla kofanum. Það fullt af fólk á línunni, ætla að segja einhverjar sögur og ykkur á línunni, má ég heyra? Já, og það ykkur á línunni, Smásálin, góðan daginn. Já, halló. Já, góðan daginn, hver þetta með leyfi? Ég heiti Draggi. Já, Draggi. Vinur kalla með maður. Ég í alveg Dragúla. Og hvað þú að gera svona þessu fallega Hrekkjavöku? Nú, það er bara sunnudags blóð í glasi. Já, það bara verið svona. Það bara skemmtilegt, sko. Verið að segja grikk og gott. Bara gleðileg Hrekkjavaka. Bara ekki koma í húsið mitt, annars mun ég sjúga dippið þetta, ég meina blóðum. Ég meina blóðið. Út fyndið strákur. Ég fyndið strákur, finnst þið það? Já, minnst. Hefurðu heyrt lagið Spooky Monster Mash? Hvað er svona, hvað er þú mann að gera? Hvað er að frétta? Hvað er að frétta? Ég er búin að vera að sjúga blóð. Titlan er blóð, ekki tipp. Ég sagði aldrei tippi. Af hverju sundru í Smásalna til að gera hvað? Hefurðu hort á Þosta? Já, ég er enda síðan. Ég er að blackmaila þig, Arnmundur. Já, heyrðu, það eru fleiri línur klóandi. Þú er reyna. Nei. Það eru fleiri línur. Jú, það er fullt. Jú, það eru fleiri línur. Já, og næsti hlustandi, velkomin Smásálin. Já. Hæ, hver er þetta? Ég heitir Sigga. Sigga? Ég er húsinu við hlið, ég heitir Sigurjófinn. Já, Selfossi. Já, en þarna, hvað er þetta að gera á svo yndislega Hrekkjavöku kvöldi? Ég var að gefa börnum nammi. Sælgæti, já. Hvað er þetta að gera? Þetta að gera svona eitthvað sigurbúða? Hvað er þetta að gera? Já. Ég hef alls konar sjáina. Leifum mér að kíkja. Já, það eru fleiri hlustendur. Já, Sigurður, eigin maður minn, bjóð til smá. Nú. Það er svona smá svona, ég get petamin, amfetamin. Nei, þetta er ham er svo hljómsveitin þín, segir ég. Hættu þú, Er þetta ekki bara skikka? Petamin. Já, ég veit ekki alveg hvað það er. Það eru fleiri hlustendur hérna. Það er eitthvað grænt. Já, það eru fleiri. Góðan daginn, hver er þetta? Góðan daginn, Smásálin. Hver er þetta? Fyrirgefðu maður, ég er bara að grínast í maður. Þetta er Jack Nicholson. Já, blessaður. Blessaður maður. Nei, ég er bara að grínast, þetta er Johnny úr The Shining. Já, bless. Ég gæti verið leikinn á Jack Nicholson nema ég er alvöru. Hvað er þú að gera á þessu Hrekkjavöku? Ég held að ég væri að hringja í apótekaran, sko. Ég er að leita Durex smokka. Já, þá segi ég alltaf við konuna mína, here's Johnny, ef þú veist hvað ég meina. Já, þetta er Smásálin. Þetta var raglegt maður. Þetta er ekki apótek, þetta er tvíhöfði. Þetta er tvíhöfði, já, ég hlusta alltaf á það. Við tvíhöfðum er bara komið dagskrálið í Karlakofa þáttunum, sko. Hefurðu heyrt vistu hvað Red Room átti að þýða í The Shining, þú veist þarna, Red Room. Ég veit eina skemmtilega sögum það, ef þú lesta aftur og bak þá er það murder. Já, en ég er svo lélegur grínasti. Ert þú að gefa börnunum grikk og gott? Nammi, reyndar er ég búin að drepa börni mín. Það var löng saga. Já. Það eru fleiri línur hérna. Kona mín er hrædd við mig. Ég held að það sé einn hlustandi eftir. Nei, heyrðu, alltaf ekki Sigurjón. Já, þetta er að verða búið. Er þú Doddi? Nei, þetta er Jón Gnar. Þetta er imposter, Sigurjón. Af hverju hljómar ekki eins og Jón Gnar? Nei, ég fór í lítið algjörð. Þetta er imposter. Hvernig ætti það að breyta röddinu þinni? Ég veit það ekki. Þetta er ekki alvörunni Jón. Hörru, við þökkum fyrir að hlusta og við Nei, ég vil tala meira. Ömurlegu fótboltalagi eftir Dodda Dodds. Nei, ef við ekki enda þess á nýja held ég Smásálina svona átjóinni. Þegar það kemur næst á því
Máttu sín Enginn bað um þetta, Matthías. Þetta Takk fyrir tvíhöfði. Fyrir þetta cooperation. En þetta var tvíhöfði. Þeir eru sko núna orðin líka dagskálir í karlakvarnum. Einn spurning, Arnmundur, hvað á að vera að labba í skóginum og svo myndir bara sjá Gandhi svona hoppa að því svona. Já. Heyri, en Sigurjón, fyrst að þú ert núna Til líka hvað Gandhi er. Já, en Svaraðu spurningunni. Já, ég veit hvað Gandhi er, það er eitthvað úgla. Já, Ég er að grínast. svaraðu spurningunni, hvað myndir gera ef að Gandhi myndir koma svona á ráðstefnu? Ég myndi bara segja hvað kjaftaði þetta. Hann var í öskjulíðinni. Já, of hvað myndi ég Hann var í svona með ref, svona bína. Já, nei, veistu, ég bara veit það ekki. Ég er búinn að vera fastur hérna í mörg ár. Ég hef ekki verið að pæla mig. Var þetta rasíst eða? Já. Það var endur mig frekar þungan, hreim hef ég heilt eitthvað stað. Já. Nei, ég er að fíblast maður. Nei, svona margir. En við eigum að hálftíma eftir að kompuna, en við erum kannski að tala í svona kortir og bóta Fyrir gefið undverju að þetta var móðgandi. Já, þetta var móðgandi sko. Nei, ég er ekki Jón. En þannig fyrst að Sigurjón og Jón eru nýju umfjörnumenn í karlakvarnum. Þannig að Sigurjón, hvað er þú að gera í kvöld? Já, ég ætla nú bara svona fann að mig. En þú, Jón? Já, sko. Ég verð að segja ykkur söguna, sko. Alltaf þegar ég er í bónus. Við hefum ekki tíma fyrir Alltaf þegar ég er í bónus. Þá er alltaf vélinn að segja mundu eftir vörunum þínum og ég bara En þú, Doddi, hvað segir þú gott? Já, fínt sko. Þú ert bara að tekla maður hérna. Doddi, þú ert bara að tekla maður hérna. Viltu bara segja? Segðu þið, Doddi. Þú ættir að skammast þín fyrir að láta dóttur þín að flossa í miðbænum. Já, strákar. Eru druglaði, Doddi? Jón Sigurjón. Lofgúrú, druglaði. Jón Sigurjón og Doddi út með ykkur. Nei. Jú, þið verða að fara út. Heyrðu, Doddi er ennþá í það maður. Doddi er búinn að borða Matthías. Matti, nei! Við verðum að fara í fytusjokk með Dodda. Ok, Sigur, hafði hans. Herri, en þarna, já, ok, við erum búin. Til þess að ná Matthíasi út. Ok, þetta var tvíhöfði. Herri, en strákar, hvað eru þið svona að fara að gera í kvöld, strákar? Bara syngja hana mig, já. Ekki ég. Nei, ég er örugglega að fara að sníkja hana mig svo, ég held að. Það? Arnmundur, þú verður, hvað hefur einhver spyrir þig að hvað er þú? Ég segi bara, ég er Segir bara, nei, ég er stengum í hús. Já, Ég líður alltaf eins og mestu mannskvörfin gerast á Hrekkjavöku, sko. Það er ekki þannig. Ég held að ekki eitt mannskap hefur gerst ekki vökunni. Nei, ég ætla bara að segja hvað er þú? Já, ég er svona, ég er dýrasölumar. Ég er dýrasölumar, já, það er bara fínt. Heyrðu, ég horfði í morgun á þátt þar sem Pálmi Gesson brann í helvíti. Og hvaða þáttur var það? Það var þáttur ófærð. Brannan var sem sagt taka í helvíti. Nei, það var ekki í helvíti, hann dó, Pálmi. Hann var leik bæjarstjóran og það var maður sem kveikti í húsinu. Stöðvarvíkið er alltaf svona. Og það var bara Pálmi ekki, nei, ég má ekki deyja. Men konan hans var ekki, Var hún bara slök að deyja með hann? Já, nefnilega, Pálmi, hann var að gera heimilisofbeldi í þáttunum. Já. Þannig að Pálmi er bara vondur maður í þáttunum. Já, hann er ein bad boy, sko. Hann er bad boy. Hann er bad boy í Halo. Minecraft grín. Núna er ég einn að tala. Menn eftir þarna lægin hann að bad boy. Menn sem getur þetta lægin. Nei, lægið, bad boy slægið. Hefur ekki hert það? Er þið fötur ekki að hera það? Hver bjóð það til aftur? Þetta er þetta lægin að bad boys, what you gonna do? Menn ekki eftir þessu, menn ekki eftir þessu. Í hverju Er þetta bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Í hverju var þetta? Pálmi Gesson, þetta var bara eitthvað lag, sko. The underground police coming straight from the underground. Fucking. Já, núna mann ég. Já. Bad boys, what you gonna do? Já. Svo líka til einn Area 51 útgáfa svona eitthvað svona. Þarna eitthvað, we are 1 million people, what you gonna do when we come for you, eitthvað svona. Það var eitthvað árið 2019. Hvað finnst ykkur svona Area 51? Já, það var mjög fyndið, sko, en þess að þetta er mjög úrelt núna út af því að þetta er ekki lengur 2019, en svona í Steindakon þættinu með þarna, með Ebba, með Bergabba, já. Vinnum minnum. Já.
bestu vinina. Þarna, þeir fara með svona mann sem að svona keyra hjá Area 51 og hann í alveg að kenna þeim á staðnum Naruto-ran og eitthvað svona og við steytum eitthvað Naruto-ran. Það 2,5 ár síðan að fólk var eitthvað svona við skulum reyta Area 51. Já, nema þessi þættir komið þeir ekki út árið 2020 Steindar. En þeir voru teknir upp árið 2019. Já, þannig að þetta var ekki úrelt á tökustaðnum. Nei, ég meina, þetta var svona smá, þetta relt, sko, árið 2020. Já, en hvað haldið það sé verið að geima á Area 51? Ekki neitt. Haldið að þau munu saka okkur fyrir að tala þetta? Nei, ég held ég alveg að sé ekki neitt á þessu svæði. Þetta sé bara eitthvað svona svæði, ef þau munu koma geimverur, þá ætla að geima geimverur þarna, en það enga geimverur, það ekki þarna, sko. Nei, þetta er latabæjarsættið. Ég held ég alveg að sé ekki neitt þarna, sko. Latabæjarsættið í Area 51. Er það svona latabæjarsafn á Borgarnesi? Var það ekki eitthvað í fréttunum? Já, það var fréttunum. Já, nýlega er það ekki? Jó, þetta var svona skemmtigarður eða. Já, þannig að verður svona að fara í setu og maður sé svona sigga sæta svona hangandi í tré. Það gæti líka verið eitthvað svona leiktæki og eitthvað svona. Svona brúðuna. Það gæti verið eitthvað svona rússíbani og eitthvað svona. Sjáar, menn að það er hrekkjavaka, þá ætlum ég að koma með svona eitt dark secret. Í stað fyrir Sesame Street þá er það Latibær. Latibær átti fyrst að vera hryllingsþættir. Það sem ef að fólk deyr, þá fer það í helvítu og þá hitta er íþróttaálfan. Nei, þetta er Glenn og Clyde. Og allir brúðunar og Siggi sæti, hann er svona hann er kynferðisbrotamaður í helvíti. Ef við ekki kalla þetta okkar í dag. Já. Hvað? Ef við ekki að enda einu lagi. Hvaða lag? Setjum á Monster Mash. Hvaða lag? Settu, þetta er ógeðslega frægt hrekkjavökulag. Nei, setjum á Þorpurinn. Nei, Monster Mash. Hvað er Monster Mash? Þarna, he did the mash, it was a graveyard smash. Þetta er ógeðslega funky lag. Þetta er ógeðslega Arnaldur, settu á það. Ok. Nei, ef ekki bara enda þáttinn, venlega. Nei, Monster Mash, come on. En já, á minnar.ru að finna það ætla ég bara að minna á við erum öllum helstu samfélag. Og minna að kaupa miða fyrir sitt 1060 í lýsingunni. Og Úlfur er með TikTok. Nei, aldrei. Þú ert 2021. Eftir við sem hefur gerð hrekkjavöku þátt næsta ári. Ég held að það verið einu hrekkjavöku þátt. Ánum við endum þáttin alveg, þá ætlum við að spila Monster Mash með Billie Eilish. Viltu ekki segja hvað er planið þitt í kvöld með hrekkjavökuna? Já, þannig að ef ég kem til ykkur. Ok, byrjum lagið þannig. Ok, þá mun ég hafa svona hól fyrir hvern einasta flokk og þið munir setja nammið í þann flokk sem þið kjósið. Ok, ég vil ekki mjúta þegar lagið byrjar. Ok, já. 25% afsláttur. Working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains backed by his baying hound. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash.
It was a graveyard They smash. played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?" It's now the mash. It's now the monster The mash. monster mash. And it's a graveyard It's smash. now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band. And our monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what it said. Then you can mash. Then you can monster mash.